flytur þér þessa dagskrá. Míla, lífæð samskipta. Ég ætla að biðja ykkur góðu gestir að fá ykkur sæti. Við erum að fara að hefja sýninguna og áður en við hefjum sýninguna þá þarf ég að nefna nokkrar reglur fyrir ykkur áhorfendur þar sem að þetta er sýning Æskan og hesturinn og þeir sem taka þátt í þessari sýningu eru af yngri taginu þannig að við klöppum ekki fyrr en að ég gef ykkur heimild til. Einnig foreldrar að passa að börnin ykkar standi ekki við handriðið og allir reyna að sitja rólegir rétt á meðan. En ég læt ykkur vita hvenær má klappa og hvenær ekki. En það er ekki eftir neina að bíða annað en að hefja þessa dagskrá og við hefjum opnunaratriði dagsins. Það er fánareið hestamannafélaganna og við skulum bjóða þau velkomin inn. Í forsvari kemur þarna koma þau. Og við sjáum hestamannafélagið Andvara, Fák, við sjáum Gust, Hörð, Sörla, Þyt. Sem ungan þig dreymir, Ísland í vonanna birtu þú sér. Ísland í sumarsins algræna skógi, Ísland með blikandi norðurljósa haf. Ísland feðranna afrekum hlýðu, Ísland foldinn sem lífið þér ber. Íslensk þjóðin sem arfinn þinn geymir, Íslensk tunga þín skýr eins og guð. Íslensk sem æðar þér streymir, Íslensk vonin að bjartsýni þú. Íslensk vonin. Og þau ræða sér hérna upp fyrir hönd hestamannafélaganna. Nú, Björk Jakobsdóttir, hún ætlar að taka við núna en ykkur er alveg óhægt að klappa fyrir þessum flottu klöpum. Já, góðan daginn, kæru gestir og velkomin á þessa hátíð, Æskuna og hestinn. Ég er ein af þeim sem hef verið þeirra gæfu aðnjótandi að fá hestabakteríuna. Byrjaði nú bara í sveitinni og það er nú ekki eins og þessi æska hér. Ég byrjaði nú bara með baggaband og fann við þúfu og þurfti að læra þetta allt sjálf svona 7-8 ára aldurinn. En nú er ég búin að fjárfesta í hesthúsi og er í Sörla og sonur minn er einmitt á námskeiði núna hjá Sörlum í Sörla, bara í þessum töluðu mínútum og verður vonandi hérna að sína næsta ár. Nú kallinn er komið með bakteríuna líka, ég held að við myndum losna við hann en leiðum að kaupa rétta hestinn en þá er hann náttúrulega mættur, það er ekki flóa friður fyrir honum í hesthúsinu. Þannig að það er bara yndislegt eins og við vitum öll sem erum hérna, það er yndislegt að stunda þessa íþrótt og það sem hefur komið mér hvað mest á óvart eftir að ég fór að stunda það sem ég kalla svona parkett hestamennsku innanbæjar hestamennskuna, það er að sjá hvað æskan og unglingarnir okkar eru ofboðslega góðir hestamenn, það er þvílík fagmennska. Ég stelst hérna út í Gerði til að horfa á unglingana, taka nokkra hringi og læra alveg rosalega af þeir, þannig að það er mjög gaman að sjá hvað er öflugt starf hérna í æskulýðsstarfi hestafélagana. En ég held að ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, það eru hestar sem bíða eftir að sína okkur hvað þeir kunna og æska þessa lands og hestamannafélagana, hún ætlar að sína okkur hvernig á að gera þetta. Gjörið þið svo vel! Nei, við klöppum ekki í augnablikinu. Rakel, þetta þú? Nei, velkomin með. Við hingrum bara rétt á meðan að þið skulum ræða ykkur bara upp krakkar á meðan. Það er komin hérna aðstofnaður til að hjálpa henni. Sjáðu mig.
og hún fer á bak aftur. Komið þið sælir. Við hingrum bara aðeins með klappið, gefum henni tíma að... 1, 2, 1, 2. Það held ég sami fagmaður þarna á ferð, en við skulum bara þá feta af stað krakkar og menna þau koma sér fyrir á réttum stað. Já, búin að vera eintóm leysin á tækninni hjá okkur hérna við byrjum stafsökunar á því. Við skulum geyma klappið þangað til að þau hafa lokið sinni sýningu. Við erum komin í loftið og við getum fylgst með hérna sýningunni Æskan og hesturinn. Við erum Rauðhöllinni í Víðidal. Þeir eru allt ákaflega vel kynnt og við leyfum hljóðinu að lifa hjá kynnunum að mestu. Og við þökkum þeim fyrir, við skulum gefa þeim gott klapp. Okkur atriðin að ljúka, við tekum... Nú, næsti dagskrárliður, hann krefst þess að við klappið ekki, en það er grímutöld. Og nú fáum við að sjá yngstu knapana okkar koma í grímubúningum hérna inn og þau hafa lagt mikla vinnu í að búa til búninga og það er mikil tilhlökkun. Hjá þessum krökkum að sýna. En ef það er eitthvað þarna sem við þekki, þá er einhver alveg óhætt að vinka. En þarna koma þau inn í fylgd foreldra sinna og þau eru í alls konar búningum. Og ég veit til þess að yngsti knapinn okkar er, held ég, 3 ára. Þannig að það er ekki seinna vatni en að byrja. Og við fáum alls konar hérna, þetta eru kúrekar og það er Superman og það eru prinsessur og jólasveinninn, hann er mættur. Það er eins gott að mæta. En af því að við viljum ekki að klappa, þá skulum við gefa þeim gott veik. Það má vinka þeim öllum, sjá hvað þeir eru flott. Æ! Og Batman er mættur þarna líka og svo sé ég þarna er indjánastúlka. Og það eru nokkra prinsessur. Og sjáu þeir eru búin að skreyta hestana sína líka. Og það er gaman að segja frá því að hrossin okkar eru frábær. Ef við ekki að vinka? Æ, þegar þau koma hérna meðfram okkur. Sjáu þið þetta er stórkostlegt. Þetta er ein lítið 3 ára náta. Þetta eru krakkar frá öllum hestamannafélagunum okkar. Og búin að æfa og baða hestana sína og skreyta þá. Við sjáum eitt Superman hérna og þetta er superhestur, greinilega. Og að klæða hann í búningin líka. Og Lína Langsokkur, hérna er hún. Hæ Lína! Og hann er einn beinagrind, svo koma þær hérna prinsessurnar í lokin.
Og þau fara að rölta hægt og rólega út úr hringnum aftur, þannig að við skulum vinka þeim fyrir. Gefum þeim, krakkar, ef við ekki að vinka þeim öll, áhorfendur, gefum þeim gott vink fyrir að vera svona flott. Þau eru búin að æfa þetta lengi og undirbúa sig og til gamans má segja frá því að þetta eru framtíðarknapparnir okkar. Við eigum eftir að sjá þessi krakka örugglega á vellinum í framtíðinni. Og þarna koma þau tvö saman, Batman, jú, þetta er Spiderman hann heldur í örugglega systur sína, eða frænku vinkonu. Og endilega bendi ykkur á, kæru áhorfendur, að það er veitingasala hérna niðri og uppi. Við skulum gefa þeim vinkið. Þökkum fyrir okkur. Takk fyrir að koma, krakkar. Og nú held ég okkur sjóhægt að gefa þeim gott lag. Nú, næsta atriði er atriði frá Hestamannafélaginu Andvara. Þetta atriði heitir Brúðkaupsvilla kokks og dómhildar. Og krakkarnir heita Þegar ég er að plata ykkur, við áttum eftir að fá seinni hópinn í grímudöldunum. Þetta eru eldri krakkarnir og þau koma sjálf fríðandi inn. Og við klöppum ekki. Svona. En hérna sjáum við líka búningana. Svona, já. En hún situr eins og herforinginn, þessi stúlka. En hérna sjáum við fullt af öðrum búningum. Þessi krakkar eru aðeins eldri heldur en þau sem komu inn áðan og þau eru sjálf ríðandi. Já, það er ekkert annað. Við skulum kannski bara aðeins aðstoða hana að teyma hjá henni í smá stund. En á meðan við kíkjum á hina knappana þá eru þau komin með hérna kúreka, við erum með Superman og Zorro. Og þarna kemur lítil englastúlka á Barbie-hesti. En eins og ég sagði ykkur áðan að þá er svakalega mikil vinna hjá þessum krökkum. Þau leggja allt í þetta að finna búninga, baða hestana, gera þá fína áskreyta og eru búin að æfa þetta í langan tíma. Það er mikil tilhlökkun að koma hérna og fá að taka þátt í þessu. Og þau sitja alveg eins og herforingjar, sjáu þið ásetuna hjá þeim.
Og enn og aftur þá sannar það sig hversu mikill gæfingur íslenski hesturinn er. Og við vinkum þeim flest, þakkum ykkur fyrir líka að þetta er eldri hópurinn. Já! Svakalega var að segja. Skulum leyfa þeim að komast alla leið fram áður en við gefum þeim gott klapp. Og þá klappum við. Og þá er það næsti dagskrárliður. Það er Hestamannafélagið Andvari og þau ætla að sýna okkur atriði sem heitir Brúðkaup Villa Cox og Dómhildar. Það er einhver augnablikksspil í það atriði. Sölvi, við reynir þetta. Hvernig stendur á flísið? Ha? Hvernig stendur á flísið? Ha? Hvernig stendur á flísið hérna? Það var að vegga og alltaf. Ég get ekki ímyndað mér að ég lít svo. Ég er bara Og þá er Andvari tilbúinn. Eins og ég sagði áðan, þá heitir þetta atriði Brúðkaup Villa Cox og Dómhildar. Og þau koma inn í þessari röð. Þetta eru Þórey og Andri, Birta og Anna Diljá, Anna Þöll og Símon, Kristjana Rósa og Arnar, Kristjana og Mattías, Ragnhildur og Magnea og Ellen og Alexander. Við skulum bara leyfa þeim að sýna okkur þetta atriði. Og okkur er alveg óhægt að klappa fyrir þessum krökkum, það er á Ragnhildur. Það er Ragnhildur Samúelsdóttir sem samdi þetta atriði fyrir þessa krakka.
kannski gaman að segja frá því að það er alveg þræl erfitt að ríða svona prógram. Ég er búinn að gera þetta sjálf og þetta er alveg svakalega erfitt. Þetta er glæsilega settir bjáðið. Og við skulum gefa hestamannafélaginu Andvara Kokka. Nú næsta atriði er frá hestamannafélaginu Gusti. Þetta eru félagar úr hestamannafélaginu sem ætla að sýna okkur slaufur undir áhrifum og kvikmyndinni Grís. Og þetta eru þau Kristín, Tekla, Herborg, Helena, Breki, Travolta, hann er með sólgleraugun sko. Og svo er það Bergþóra og Brynja Dís, Þórunn, Halla Bryndís, Jónína, Freyja, Andrea og Elín Rós. Þjálfari þeirra er Bára Bryndís Kristjánsdóttir, Grísdrottning Gusts. Og við skulum leyfa þeim að njóta sín. Þetta eru og gefa þeim gott klapp.
Við þökkum þessum hlöpum fyrir, við skulum ekki klappa, það er einn með klapp í fælinni þarna, þannig að við klöppum þegar atriðinu er lokið og þau fari út af vellinum. En það má veifa. Þetta var atriði frá hestamannafélaginu Gusti í Kópavogi. Næsti dagskrárliður, það er dansatriði og það er dansskóli Birnu Björnsdóttur sem ætlar að sýna okkur það. Ég reikna með þessi engi hestar, þannig að það er alveg út að klappa. Þetta voru stúlkur úr dansskóla Birnu Björnsdóttur sem sýnt okkur þetta atriði. Næsta atriði er frá hestheimum og ég þarf að biðja ykkur góðir áhorfendur að klappa alls ekki núna, ekki allavega strax, en þetta atriði eru svo ungi krakkar, þetta eru krakkar frá aldrinum 3 til 15 ára sem að koma hérna og sýna okkur alls konar jafnvægisæfingar. En þetta er hluti af keppendunum úr reiðskóla hestheima.
Reiðskólinn hefur verið starfræktur í rúmt ár og mæta þar 50 nemendur í kennslutíma en 80% af nemendunum eru börn og unglingar. Yngsti nemandinn 30 ára og sá elsti 69 ára. Þessi hópur sem við sjáum hér í dag á aldrinum 3 til 15 ára og eins og þið sjáum þá eru þau ekki há í loftinu. Þetta eru þau Sóley Sævarsdóttir Mægir, Helga Sunna Sigurjónsdóttir, Hallarún Erlingsdóttir, Thelma Dögg Tyrfingsdóttir, Hjalti Sigurðsson, Bergrún Halldórsdóttir, Björn Mikael Karvelsson, Oddný Lilja Birgisdóttir, Daniel Karl Gunnarsson og Katarína Mægir. Hérna í hringtaumnum þá sjáum við Kristinn Ásgeir Þorbergsson, hann 6 ára, Marey Sól Birgisdóttir Mægir, hún 4 ára, hún á sínum eigin hesti, hún hérna alveg út á enda og heitir Lilja Ellingsdóttir 5 ára. Og þessi 3 yngstu þau mæta alltaf einu sinni í viku í pollatíma reiðskólans. Og sjáu þið þau eru að sýna ykkur alls konar jafnvægisæfingar. Snúa sér í hnappnum, sleppa höndum. Það er alltaf mikið að vera fyrir krakkana í reiðskóla hestheima. Hægt að taka knapamerkjapróf og mikið skemmtilegar uppákomur í hestheima. Daginn var til dæmis haldið fyrsta reiðskólamót. Það keppt í pollaflokki, barnaflokki, unglingaflokki og fullorðinsflokki. Alls voru 110 skráningar og allir þessir krakkar sem við sjáum hér tóku þátt í því móti og stóðu sig með glans og fóru öll heim með verðlaunapening. Reiðkennari og höfundur þessa atriðis hún Barbara Mægir sem hérna lengst til hægri og Barbara á afmæli í dag. Í kennslustundunum eru nemendur meðal annars látnir æfa jafnvægisæfingar og ásetur og þessi duglegu hópur ætlar að veita okkur smá innsýn í það. Það sem sum börnin hérna eru mjög ung og stundum komin í reiðmennskunni mun hópurinn sýna okkur allt á feti. Vá, sjáu þið. Og nú hægum við niður á fet og við skulum sleppa vinstri hönd og setja hana út. Og þá skulum við sleppa báðum höndum þau sem að þora því. Hendur fram, upp í loft, Superman! Og svo skulum við synda fram og aftur, synda, sjáu þið hvað þetta er dásamlegt. Og Superman! Þetta er stórkostlegt að sjá. Við skulum ekki klappa þeim inn í klappa alveg strax.
Til gamans má segja frá því að það eru allir hestar hérna nema 2 reiðskóla hestheima, þannig að við sjáum hvað þetta eru miklu gæðingar þessir hestar. Og það er höfundur þessa atriðis, hún Babsi Mayer, ásamt þessa Fríða Fjölmunds, nemenda á reiðskóla hestheima, og það má gefa þeim gott lag. Og þetta er reiðskóli hestheima, hópurinn er þjálfaður af Babsi Mayer. Nú, næst er atriðið, síðast atriðið fyrir hlé, það kemur frá hestamannafélaginu Sörla. Og næst leggja þær undir sig stúlkur úr Sörla, reiðirnina í nútímalegum stíl. Þær eru leiktar af Lady Gaga og þær sýna Brynja, Bergþóra, Glódís, Thelma, Tanja, Ágústa, Hafdís, Ósk og Saga. Rama koma þær. Og þær sýna fyrir okkur vantaða skrautreið. Þjálfarar þessara atriðis eru þær Saga Melvin og Ásta Björnsdóttir. Þetta er allt þrælvænar stúlkur og það er alveg óhægt að klappa. You
þeim Sögu Melvin og Ástu Björnsdóttur. Við tökum núna 20 mínúta hlé áður en við höldum áfram dagskrá og ég minni á veitingasöluna bæði hérna uppi og niðri. Óli Árnason, sýningarstjóri hér á Æskona hesturinn. Þú voru að segja mér og áhorfendum frá því hvað sé í gangi hérna? Já, hérna eru það bil 250 krakkar á aldrinum 3 til upp í 19 ára að sýna, búin að æfa alls konar atriði, koma með hestan sinna hérna og þetta allt frá svona flóknum slaufureiðum, þetta eru litlir bollaralinn í 3 ára sem teymdir hérna í gegn og svo þeir sem komið aðeins lengra í búningunum sínum og svo fáum við hérna eftir líka krakkar sem hafa orðið Íslandsmeistarar á seinasta ári, svo þetta er öll flóran og það er svolítið gaman að því, kannski mikið af þessum krökkum sem að koma hérna í lokin og í þessum stóru atriðum. Þau byrjuðu flest hérna í pollareið fyrir kannski 5, 6, 7 upp í 10 árum síðan. Þá voru þau teymt hérna í salinn í einhverjum skautmúningum, svo er þetta búið að vaksa svona hægt og rólega. Hvernig eru þessi krakkar valdir til þess að sýna hér? Það er bara hvert hestamannafélag, það er bara allir sem vilja taka þátt geta gert það og þar fara fram bara æfingar og það er búið að vera undanfarna 2 mánuði kannski að æfa þessi atriði og svo hittast þau bara hér og fara í gegnum þessa sýningu. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir hestamannaflórun á Íslandi að hafa svona sýningu? Þetta er auðvitað ofsalega gaman, aðalega er þetta gert fyrir krakkana, það er auðvitað ókeypis hérna inn, þetta er allt unnið í sjálfboðavinnu og þetta er svona tækifæri fyrir krakkan til að koma fram og sýna það sem við erum búin að vera að æfa og þetta er svolítið svona breytt í flóruna, hvað maður segja, þessi krakkar eru að ríða út, þau eru að keppa, þetta er svona alveg nýr vinkill eða ekkert nýr, við erum búin að vera að þessu í 19 ár, svo þetta er alltaf, en hérna, það sem er kannski svolítið merkilegt við þetta, að í hestaheiminum, þá er þetta næststæðsti viðburðurinn. Landsmótið er sá stæðsti, en hérna erum við að fá yfirleitt yfir helgi upp í 5.000 manns og það er bara næststæðsti viðburðurinn í hestaheiminum, svo að þetta er auðvitað ofsalega gaman fyrir þess að krakka að fá að sýna fyrir framan allan fjölda af fólki og upplifa þetta bara. Já, og svo er þetta vantarlega líka kjörið til þess að smita fólk á bakteríunni sem er ekki komið með hann. Jú, það er nefnilega svolítið gaman. Við erum eiginlega svona gott dæmi það. Fyrir einhverjum 10 árum síðan eða svo þá komum við á þessa sýningu og ég með litlar stelpur og þær smituðust svona þessu og eru það var byrjaði hestabakteríunni og núna á eftir kemur einn þeirra í atriði, afreiks Íslandsmeistaratriði og hún er þá búin að fara alveg frá því að vera teymt hérna inn og komin í svona atriði. Svo þetta er góður sölupunktur upp á það að gera. Nákvæmlega, og þú voru sýningarstjóri hér? Ég er búin að vera það núna í einhver 3-4 ár, en nú fer maður að láta einhvern annan taka við þessu og láta þetta svona rúlla, koma með eitthvað nýtt og öðruvísi næsta ári vonandi. Og svo erum við alltaf með eins og Ingo kemur hérna eftir og íþróttálfurinn og svo það er mjög gaman að þessu. Er allir að finna eitthvað í sitt hæfi? Það ætti að gera það. Svo erum við aðra sýningu nú klukkan 4 eftir og svo 2 á morgun. Að gera fyrir fólk að fjölmenna, þetta er svo eina sem verður beinn útsendingu í okkur, þannig að gera fólk fjölmenni hérna og fylli húsið á morgun óhættir. Já, það væri bara frábært, ókeypis inn og veitingar og bara gaman að þessu. Gerða það ekki fyrir þetta, Óli. Já, takk. Já, það er hlé hér og eftir svona bil korter hefja sýningar aftur. Endilega fylgist vel með, ég kveði bili. Er tímavörður klár? Tímavörðurinn er klár. Nú þetta atriði kemur, eins og ég sagði áðan, frá hestamannafélaginu Herði í Mosfellsbæ og þetta atriði er svona allar að sýna okkur fjölbreytileika hestamennskunar. En hér koma stelpunar úr Herði í Mosfellsbæ, það er allar að sýna okkur inn í nýjan og gamlan tíma og hugmyndina af fjölbreytileika hestamennskunar. Nú
við skulum fara að kalla þau inn, fremst ríða hjónin úr Mosfellsbæ, þau séra Halldór og spúsa hans frú Sigríður úr Mosfellssveit. Þau ríða í hefðbundnum reiðtíum frá tímanum fyrir bíla. Hún í söðli og hann, því miður þau höfðu ekki efna á hnakk, þannig að hann verður að vera berbakt. Og hann ríður berbakt á léttu minktarspori. Á þessum tíma voru hestar mest notaðir til vinnu og til þess að ferðast á milli staða. Nú, svo koma framtíðarknaparnir í keppnisbúningi harðamanna á reiðhestum sínum. Í dag hefur hesturinn okkar fengið margvísilegum verkefni eigandanum sínum til ánægju og yndisauka, svo sem reiðtúra, ferðalaga og ýmiss konar keppnir. En þær ætla að sýna okkur nýlega keppnisgrein sem að verða vinsælli og vinsælli. Þetta smalakeppni sem riðin á tíma og í gegnum ýmsar þrautir. Þær fá 1 sekúndu fyrir hverja fellu og 5 sekúndur í refsingu fyrir að sleppa úr þraut sem lagt ofan á tíman. En fyrst fer hún Hulda. Hún á Nemo. Og hann má sko alveg hvetja núna. Þetta alveg geysilega erfið keppnisgrein og krefst mikillar liðleika og teknísk hross. Það má alveg klappa. Já, koma svo. Má ná hvaða tíma? Þú þarf að ná góðan tíma. Við skulum sjá. Hvaða tíma fær hún Hulda? Og tíminn 41,1. Ok, þá það næst. Á eftir Huldu það Fanney, hún á honum Hector. Já, og láttu vaða. Já, nú þurfum við að fá góðan tíma. Þetta var hún Fanney, þá fáum við að sjá hana Hörpu og hún á spenni. Og tíminn nákvæmlega svo sami, 41,1. Hútt maður. Harpa, nú að taka á því. Já, keira. Klífin af. Skulum sjá hvaða tíma hún Fanney fær. Og tíminn 45. Ok, þá það næst hún Hrönn og Móli. Koma svo. Og tíminn var 38, gefum hér gott klapp. Og hún staðin upp. Þetta hetja. En ég var að spá, halda þessi ykkur séns að fá gömlu frúna í söðlinum að reyna. Áhorfendur, eigum við ekki að hvetja hana?
Komdu frú Sigríður, láttu vaða, sýndu krökkunum hvernig þetta var gert í gamla daga, hvernig sönns malamennska. Býtu, hann fer á eftir, hann getur nú ekki horft á eftir frúnni sinni. Hann sér á Halldór. Sjáu þið, berbakt og í söðli. Eitthvað sýnist mér nú sér að Halldór vera að svindla hér. Heyrðu kallinn. Sjáu hana í söðlunum. Ekkert mál, þetta krefst... Ó, berbakt! Ég veit nú ekki hvað tíminn var hjá þeim, en ekki að klappa fyrir þeim. Við þökkum þeim úr Herði, krakkarnir úr Herði. Þetta atriði samið af þeim Reyni, Erni og Súsunu. Ég vil ekki að klappa fyrir þeim. Nú, næsta atriði hjá okkur, það eru 10-12 ára gömul börn og þau koma í dag frá Andvara og Sörla. Þau hafa æft þetta atriði í sínu félagi en koma núna saman og sýna okkur afraksturinn af miklum æfingum. Nú, þema hjá þeim fótboltabúningar eins og þið sjáið. Við skulum kannski ekki klappa mikið fyrir ná eftir. To the top, a pit got it locked from goose to the locks. R.I.P. a big in Parker that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with bits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. Komdu bara inn í miðjuna eða reynda að koma. Svona löfti út núna. Já, þetta allt í lagi. Það sýnir ykkur líka áhorfendur hvað þetta geysilega erfitt, hvað það mikil vinna á bakvið svona. Og hvað hrossin okkar eru miklu gæðingar sem við erum búin að fá að sjá hér í dag. Gonna
Þetta rennur ljúflega hjá þeim. En þetta eru krakkar úr hestamannafélaginu Andvara og Sörla. Við skulum bara ekkert klappa fyrir þau. Eru komin alla leið en það má sjálfsögðu veifa þeim bless. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. Það held ég. Let's live it up and do it. And do it. And do it. Nú, næsta atriði ekki að verri endanum, en hann mættur hérna sjálfur Íþróttaálfurinn. Ekki að gefa hann gott lag. Afsakið. Halló allir! Ævintýri dag eftir dag. Hvað segir þið gott allir? Búið að gaman í dag? Má heyra, búið að gaman? Glæsilegt! Sjáu þið mig þarna? Nei, þá fer ég bara einnig niður. Svona. Maður sjá, aðeins að standa á höndum. Bara svona í hring. Þið megið alveg klappa með. Svona. Fínt. Núna, þetta miklu betra. Nú sjáum allir. Hvað segir þið? Búið að gaman í dag? Eru búin að vera flott atriði? Já, Magnús sjá. Væru þið ekki til í að standa aðeins upp? Öll að standa aðeins upp. Því að mér sýndist þið vera svolítið sofandi. Við skulum sjá. Ég ætla að sjá hversu kraftmikil og orkumikil þið eruð. Öll að setja aðra hendinu upp. Svona. Flott. Og svo upp með hina hendina. Og gera hljóðið líka. Og niður með hendur. Og upp. Og niður. Og upp og niður. Glæsilegt. Flott hjá ykkur. Nú, þið með alveg halda áfram að standa. Því að ég hef áhuga á að gera nokkrar æfingar með ykkur. Það sem ég ætla að fá ykkur til að gera er að við stöndum öll svona uppi. Og við byrjum á því að klappa höndunum tvisvar saman. Sláum höndum á læri tvisvar. Síðan setjum við hendur á axlir, axlir og upp, svona. Náðu svo allir? Eða ekki? Fáum smá tónlist og gerum þetta allt saman. Klappa, klappa, niður, niður, hingrum augnablik, flott hjá ykkur. Og svo axlir, axlir, upp, upp, glæsilegt. Tilbúin aftur. Klappa, klappa, niður, niður, hingrum augnablik. Þið tilbúin? Og axlir, axlir, upp, upp, frábært. Aðeins hraðar núna. Og klappa, klappa, niður, niður, frábært hjá ykkur. Tilbúin? Og axlir, axlir, upp, upp. Þetta allt að koma. Nú tengjum við þetta saman. Og svo, klappa, klappa, niður, niður, axlir, axlir, upp, upp. Klappa, klappa, niður, niður, axlir, axlir, upp, upp. Frábært. Ennþá hraðar. Og svo, klappa, klappa, niður, niður, axlir, axlir, upp, upp. Klappa, klappa, axlir, axlir, upp, upp. Ennþá hraðar. Flott. Klappa, klappa. Upp, upp. Frábært. Glæsilegt hjá ykkur. Núna ég aðeins búinn að hita mig betur upp. Þannig að mér langar eiginlega að reyna eitt sem svakalega erfitt. Vitið þið stelpur þarna uppi hvað afturópa kæljastökk er? Vitið hvað það er? Allt í lagi? Vitið þið það líka? Já, það sem ég ætla að gera er ég ætla að gera afturópa kæljastökk, en þið verðið eiginlega að hjálpa mér. Þið verðið að telja svakalega hátt upp á 3. Ég var að pröfa einu sinni. Allt í lagi? Og svo 1, 2, 3. Glæsilegt. En ég held ég geti ennþá að hærra. Ég er tilbúið þá núna. Og svo. Þetta var gaman. Nú er ég búinn að hita svo fínt upp að ég get bara gert arbeigur og einni hendi og einu fæti. Nú er ég alveg orðinn tilbúinn. Ef við kannski að gera, þið fóru svo létt með þessa æfingu áðan. Eigum við þá kannski
að gera aðeins meira, ef að gera aðeins flóknara. Ef að gera það, þið viljið það og þið líka. Allt í lagi, þá standið þið núna upp, öll að standa upp. Þetta svolítið flókið. Það sem við gerum er við hoppum sundur saman á lappirnar, einu sinni með hendurna svona, tvisvar, og svo gerum við eins, tvisvar, og svo báðar hendur, og svo svona í hring. Og svo þegar við förum hraðar, þá gerum við bara einu sinni hvorum einn og á hring. Ef að pröfa það. Mér heyrist ekki vilja það, ég þá bara að fara. Má ég að pröfa? Já, flott. Fáum þá tónlist. Þið tilbúin? Og svo, hliðar, hérna, og svo báðar, og hring. Svona, flott, og aftur. Hliðar, hérna megin, og báðar, og hring. Aftur, einu sinni, báðar, og hring. Einu sinni, báðar, hring, einu sinni, hérna, báðar, hring. Glæsilegt. En þetta var aðeins erfiðara en hann að klappið á hann, var það ekki? Þér fannst það ekki, en ykkur fannst það kannski aðeins. Eigum við kannski að gera þetta einu sinni enn? Því að núna kunnið þið alveg hvernig á að gera þetta. Þið tilbúin í það? Já, fáum þá lagið aftur. Tilbúin og byrjum í hérna. Tvisvar og hérna. Flott, báðar, hring, hérna. Og hérna megin. Og báðar og hring. Og einu sinni núna, hérna, báðar, hring. Einu sinni, báðar, hring. Einu sinni, báðar, hring. Glæsilegt hjá ykkur. Frábært. Mjög gott. Núna ég alveg orðinn bara alveg heitur og tilbúinn. En eigum við kannski rosa gaman að sjá margar í bleiku svona alveg sem Solla styrða. Þú ert í rosa flottu gala þarna. Svakalega flott. Mjög flott. Finnst þið gaman að dansa við Bing Bang dansinn? Finnst þið það? Vitið það þið líka? Finnst ykkur það skemmtilegu dans? Kunnið hann alveg? Já. Áður en þið fáið að sjá næsta atriði, eigum við þá að hoppa og dansa við Bing Bang lagið. Já, gerum það. Fáum það lag. Og við skulum öll standa upp. Og öll að hoppa. Flott. Og þú líka. Og upp með hendurnar. Glæsilegt. Og niður og upp. Glæsilegt. Og svo hoppa einu fæti. Flott. Og hinu með líka. Flott. Og hoppa í hringat. Flott. Og aftur svona. Og upp með hendurnar. Glæsilegt. Og svo laupum við. Öll að laupa. Frábært. Og enda svona. Glæsilegt. En núna eiginlega næsta atriði tilbúið. Á ég kannski gera eitt heljarstökt viðbót áður en við förum. Eitt viðbót. Tilbúin upp á telja upp á 3. Og svo 1, 2. Svona. Takk fyrir mig, krakkar. Bless. Nú við þökkum íþróttaálfinum fyrir frábæra skemmtun. En við höldum áfram með sýninguna. Næsta atriði sko heldur ekki að verri endanum. Þetta atriði frá Fáki hér í Reykjavík. En Fákskrakkarnir þau ætla að vera með smá keppni. Þau skipta í 2 lið, það eru Pink Ladies og Svörtu riddararnir. Og ég þarf að skipta ykkur áhorfendur í helming. Þeir sem eru hérna vinstra megin, þeir halda með Pink Ladies. Og þeir sem eru hægra megin, þeir halda með Svörtu riddarunum. Og það þarf alveg sko gífurlega hvatningu. Þau ætla að fara í boðhlaup. Ég ætla samt að biðja alla að sitja, vera ekki við handriðið rétt á meðan. En það allt til að vera með smá stemmingu. Þessi hross þola það alveg.
Nú þarna koma þau, þetta eru Pink Ladies, salur hægra megin. Það engin stemming. Og svörtu riddararnir. Þið verða að hvetja ykkar lið. Þau eru að fara í boðhlaup. Hvort liðið vinnur. Og 1, 2 og byrja! Já, koma svo! Og næsti! Svaka kraftur í þessu krossum. Þetta, stelpurnar eru búin að vinna upp. Og af stað! Og nú verður sko ekkert gefið eftir. Og svo! Þessi er teknískur, við þurfum að athuga hvað helstu þetta er. Þetta er svakalegur, þessi. Wow! Hann gefur allt í þetta. Wow! Rakel er alveg í essinu sínu hérna. Hún ætlar sko ekki að gefa neitt eftir. Hvaða lið vann? Já, hvaða lið vann? Það held ég, það voru stelpurnar. En hvað segir þið? Þú að reyna að gefa riddarunum eitt séns. Áhorfendur. Ég var að gefa riddarunum eitt séns. Bíðið nú við erum að setja brautina upp aftur. Það er svo brjáluð samvinna hérna að það er allt bara farið áður við vitum af. En við verðum nú að gefa svörtu riddarunum séns að vinna bleiku stelpurnar, Pink Ladies, er það ekki? Eru allir tilbúnir? Eru allir tilbúnir? 1, 2 og byrja! Þeir ætla sko ekki að láta vinna sig aftur. Við skulum sjá hvað gerist. Býðið nú við þá, nei, það er allt gefið í botn hérna. Sjáum áhorfendur hvað þetta eru frábæri knapar og hrossin. Þau sita þetta eins og herforingjar. Skulum sjá.
Gyðjan, hún lætur sko örugglega allt í þetta. Já, Andrea, láttu vaða. Riddararnir eru með nauma forystu, en nú hún mætt hérna. Skulum sjá. Gefur ekkert eftir. Það bara allt gefið í botn. Og Rakel. Já, sæl. Það verður barist fram í rauðan dauðan. Ég get svarið það. Riddararnir náðu þessu. Það er jafntefli. Það er jafntefli. Og við þökkum krökkunum í Fáki fyrir þessa frábæru sýningu og það má sko klappa fyrir þeim. Þau þola þetta alveg. Þetta eru riddararnir okkar. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. Heyrðu, við fáum frábært atriði hérna næst. Mér skilst þetta sé ykkur fótboltastrákur frá Selfossi. Vitið þið nokkuð hver það er? Hver er það? Ha? Er það Ingo? Nú við fáum hinn eina sanna Ingo Veðurguð. Gjörðu þið svo vel. Góðan daginn, réttu bönd sem eru góði söngvarar, má ég sjá. Það er rétt, það eru nokkrir. Krakkar, við byrjum á að syngja saman hérna. Syngjum nokkuð lög. Fyrst tökum við Hann var besti vinur minn, réttu bönd sem kunna það. Það eru nokkrir. Eru þið tilbúin að syngja svo með? Hlusti kæru vini, ég skal segja ykkur sögu eitt mann sem allir ætti að kannast við. Þið þekkið þennan bita, þið ættu öll að vita, hann er miklu, miklu, miklu betri en þið. Ég sé hann oft á daginn og mig dreymir hann á nóttunni og hann byrtist ekki bara í kút. Ég veit fullt af konu sem að sofa svo hjá honum út af peningum. Og svo með ég syngja núna, krakka til. Hann var besti, en nú hann farinn. Engan annan eins og hann. Þetta flott hjá okkur, svo kannski tökum við keppni á eftir. Stelpur á móti strákum, hverjir syngja betur. Þið ættu öll að þekkja hann og ég ekki að blekja ég segja hann sé svalur eins og ís. Og þó að hann sé tregur og hreint ekki myndalegur þá konan hans telja meika skvís. Ég sé þau oft á daginn fara gangandi bæinn og þau leiðast eins og menntaskólapar. Ég get ekki opna blöðin því það nú meiri guðin að sjá mynd á hún. Og svo þið eru til. Hann var besti, en nú hann engan annan eins og hann. Flott hjá okkur, kunnið að smetla, má ég sjá, vil ég smetla, svona. Það eru allir að smetla. Allir að smetla saman fingrum. Halda takti, má ég heyra hvort að þið getið haldið takti sjálf. Eruð með þetta? Ekki klúra þessu, þá var lagið búið, þið verður að halda áfram. Að lokum vil ég segja bara eitt þennan beigja, hann ekki sami maður og hann var. Á okkar skóla göngu fyrir langa löngu.
Við leikum okkur nánast allstaðar. En núna hann svona og ég bíð bara og vona að hann breytist ef það gerist ekki neitt. Hann býr við fræga götu, hefur sungið inn á plötu fullt af lögum sem... Og svo þið krakkar. Hann var besti, en nú hann engan annan eins og hann. Æja, þá tek ég keppnina, stelpur á móti strákum. Stelpur, eru þið tilbúnar? Stelpur og konur, það allir með þessu. Og stelpur svo. Hann var besti. Já, þetta var ágætt. Strákar, getið unnið þetta? Strákar, getið unnið þetta? Ok, þið með reyna. Eru þið tilbúinir? Og svo. Hann var besti. Strákar. Ég held að strákarnir hafa unnið þetta, eða ekki? Ok, í lokin þá tökum við bæði stelpur og strákar. Ég ætla bara að stíga frá mikrofónum og hlusta og gá hvort ég heyri fleiri stelpurandir eða strákarandir. Þetta er bara svo einfalt. Eru þið til? Og svo. Sko, ég hef oft farið í þessa keppni, mjög oft. Oft mjög spennandi keppni. Að þessu sinni komið sigurvegari og réttu bönd sem halda strákarnar af unnið. Fullorðið fólki má kjósa líka. Réttu bönd sem halda stelpurnar af unnið. Ok, já. Það komið sigurvegari og hérna ég með smá miða hérna í vasanum. Sigurvegarin í fyrstu lótu, við tökum 3 svona lótur. Fæ ég svona trommuslátt, allir að stappa niður fótum í stúkunni alveg bara. Byrðu ykkur að klappa þau í sigurinn við fyrstu keppninni. Mömmurnar! Mömmurnar tóku fyrstu lótu. Næsta lag. Þeir sem kunna allan textan að þessu lagi, þeir fá kók og pulsu næstu þeir hitta mig út í sjoppu. Eru þið tilbúin? Við erum að spila í kvöld. Hvar? Á staðnum verður 4 metra gestalisti. Mæta kannski menn sem allir kannast við. En hvað? En kannski. En Íva Guðmunds verður þar og kannski líka Arna Grant. Stebbi Hilmars kíki við en hann fær ekki að stíga á svið. Bubbi Mortens upp við barinn, Gunni Óla verður farinn. Bjarni Ármanns mætir ekki og nánast enginn sem ég þekki nema Björgólfur í KR og einhver kennari úr HR. Æja, er kórinn tilbúinn? Erum að spila í kvöld, hvar? Á staðnum verður 4 metra gestalisti. Að mæta kannski menn. Flott sjá okkur. Kannski mætir enginn nema veður. Og eflaust mætir Eiður Smári í fyrsta sinn á þessu ári. Ásdís Rán og Raggi Bjarna verða örugglega þarna. Maggi Kjartans, Stepp og Eyði, Kalli Bjarni ef hann fær leyfi. Og hún Nælon mæti Klara því hún er löngu hætt að spara. Unnu Binna er á lista og ég leyfi. Nú, ætlar þú að leyfa hann að gista? Þú skotin inni? Þetta er gestalistin, hvað er það? Hvað er það? Ha! Þetta er gestalistin og Friðrik Ómar er á honum ásamt 10 öðrum konum. Magnús Kevik, Logi Gesson, Óli Stefáns og Heimir Karlsson. Logi Bergmann, Gulli Helga, Ásgeir Kolbeins og ykkur Gelga. Eyþór Arnars verður þar, bara ef að hann fær far. Ég held að Jóhanna Guðrún mæti
ég lendi í öðru. Is it true? Að hlæja mér? Vill eitthvað koma að gera þetta? Vilt þú? Ok, þið syngið síðasta lagið og ég hjálpa ykkur að byrja. Eru þið tilbúin? Hátt og skýrt. Barnakór Bahama, eru þið til? Síðan þú fórst. Þetta flottur barnakór, ég fíla þetta. Skildir ekkert eftir. Best finnst mér þó að núna. Já, mér finnst það svo leiðilegt. Veistu hver? Ég? Svo farðu bara, mér alveg sama, það. Ég ætla að pakka í töskurnar og flytja til Bahama, 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 Bahama. Alla stelpurnar hér í bikini og ég búinn að gleyma beysuflíkinni. Ég laga hárið og sípast út, búinn að gleyma hvernig þú lítur út. Ég spila vítinu, kasta í teningum. Í fyrsta sinn á ég hent líka peningum. Borga með einhverju korti frá þér sem ég tók alveg óvart með þér. Ha, hvernig? Bahama, 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 Bahama. Kórinn syngur með til Bahama, 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 Bahama. Alla daga ég sit hér í sólinni, minnugu þess þegar ég var í ólinni. Þú sagðir mér þá að þrífa og þvo, meðan í takinu hafðir tvo. Núna situr þú eftir í súpunni, ófrísk og einmanna alveg á kúpunni. Og þennan söng hef ég setið því nótt, og ég vona að ég fái kort. Er þið með þetta? Til Bahama, 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 Bahama. Allir syngja til Bahama, 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 Bahama. Stelpur, eru tilbúnar? Loka keppnin, stelpur. Til Bahama, 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 Bahama. Allar stelpur syngja til Bahama, Bahama. Flott, ykkur strákar eru tilbúinir, þið verða að reyna. Allir strákar standa saman, eins hátt og þið getið. Strákar, koma svo. Ég sagði Bahama, Bahama, Bahama. Strákar eru fallið, syngja Bahama, Bahama, Bahama. Takk fyrir sjónsetta, takk fyrir. Nú, það fer að líða lokum þessara sýningar. Við eigum eftir að sjá 2 atriði og næsta atriði er frá Hestamannafélaginu Þitt. En Hestamannafélagi Þittur er 262 manna félag staðsett í Húnaþingi vestra. Æskulýðsstarfið hefur verið í miklum blóma á undanförnum árum og var það mikill heiður fyrir félagi þegar það fékk æskulýðsbikar Landssambands hestamanna árið 2008. Nú mikið er að vera í æskulastarfi félagsins og má meðal annars nefna knapamerki, reiðþjálfun, hestafimleika og grunnskólamót sem er í samvinnu við nokkur hestamannafélög. Nú það eru 70 börn sem eru í æskulýðsstarfinu, þannig að það er mikið fjör. Og við vonumst náttúrulega til að sjá sem flesta á Íslandsmóti barna, unglinga og ungmenna, en það verður haldið hjá þeim á Hvammstanga í sumar.
En senjóríturnar frá hestamannafélaginu Þið, þetta eru 10 hressar stelpur og þær eru á aldrinum 11 til 15 ára og þær sýna okkur núna skemmtilega munsturreið sem þær hafa verið duglegar að æfa og það voru foreldrar sem hönnuðu og saumuðu búningana. Eigum við ekki að bjóða þær velkomnar inn? Þetta eru þær Eydís Anna Kristófersdóttir og Fríða Marí Halldórsdóttir, þær eru 14 og 15 ára. Þá sáum við Fríðu Björgu Jónsdóttur og Rakel Jana Arnbjörn, þær eru báðar 11 ára. Eva Dögg Pálsdóttir og Nína Guðbjörg Gunnarsdóttir, 11 ára. Helga Rún Jóhannsdóttir og Lilja Karen Kjartansdóttir, þær eru 13 og 12. Og Rakel Ósk Ólafsdóttir og Fanndís Ósk Pálsdóttir, þær eru báðar 13 ára. Og við skulum leyfa þeim að blómstra hér á gólfinu. Og þetta hestamannafélagi Fyndur í Húnaþingi vestra sem eru heiðursgestir hérna líka hjá okkur í dag. Nú þá eigum við aðeins eitt atriði eftir. Ég ætla að ítreka við ykkur áhorfendur að sitja kyrr á meðan atriðinu er og öll börn að fá sér sæti, ekki hanga við handriðið. En það er gaman að segja frá því að þetta er í 19. skipti sem Æskan og hesturinn er haldið hér í Víðidalnum. En lokaatriðið hjá okkur í dag, það eru Íslandsmeistarar síðasta árs. Og það var gaman að segja frá því að öll þessi sem koma hérna fram byrjuðu sinn feril hér. Þetta eru þær Agnes Hekla Árnadóttir og Birna Ósk Ólafsdóttir. Agnes Hekla keppir fyrir hönd Báns hefur gert og Birna Ósk fyrir hönd Andvara. Nú Birna Ósk sem er fjær okkur yngri, hún
var landsmótsigurvegari á Hellu 2007 í barnaflokki. Og Agnes Hekla á alveg hrúgu af titlum líka, Íslandsmeistari í tölti og fjórgangi og ég man ekki, þessar stelpur eru búin að raða niður verðlaunum. Það má alveg klappa fyrir þessum flottu, sjáu þið hvað eru sætar. Nú inn á völlin eru komnir þeir Gústaf Ásgeir Hinriksson og Róbert Bergmann. Og það er alveg sama saga með þá. Gústi, hann fæddist í hnakk. Foreldrar hans, Hulda Gústafsdóttir og Hinrik Bragason, eru búin að sinna hestamennsku bara alltaf. Og Róbert, hann gerði sér lítið fyrir og sigraði, var Íslandsmeistari í barnaflokki hérna í Víðidalnum í sumar. Gústaf Ásgeir er 14 ára, ég man ekki hvað Róbert er gamall. En það er sama saga með þessa pilta að þeir höfðu hófu sinn feril hér í grímubúningunum, muniði, sem þið sáu hérna, litlu pínu ponsubörnin í grímutöltinu. Nú þá fáum við að sjá síðasta kynningaratriði. Það eru þeir Ragnar Bragi Sveinsson og Valdimar Bergstad. Nú Ragnar Bragi, hann var Íslandsmeistari í tölti unglinga. Ég er að reyna að muna alla titlana sem þessi krakkar eiga, þetta er ekki smá titlar. Nú ég get sagt, með Valdimar Bergstad, hann var 5 ára, hann er hérna á Rauðblöðsóttumerinni. Hann var 5 ára þegar hann byrjaði að vera með í Æskan og hesturinn. Hann er 20 í dag. Hann gerði sér lítið fyrir og náði sér í 5 Íslandsmeistaratitla í sumar og 3 heimsmeistaratitla. Og hann byrjaði hérna sem polli. Það er gaman að segja frá því hvað æskan okkar, hvernig þetta byrjar. Þetta eru kríli sem byrja á gæðingunum og svo endaði kannski sem heimsmeistarar. Við vitum aldrei, einhver af þessum krökkum sem er búin að vera hérna að sýna okkur í dag geti endað sem heimsmeistari. Þetta eru þau Agnes Hekla Árnadóttir, Birna Ósk Ólafsdóttir, Gústaf Ásgeir Hinriksson, Róbert Bergmann, Ragnar Bragi Sveinsson og Valdimar Bergstad. Við skulum gefa þessum knöppum gott klapp. Og ég get lofað ykkur því að þessa krakka eigum við eftir að sjá á keppnisvellinum í vor og sumar. Það er nóg framundan, það er Íslandsmeistaramót, Reykjavíkurmeistaramót, það er landsmót á vindheimamélum. Og alveg hellingur. Og þau eru öll byrjuð að leggja inn, byrjuð að stunda þjálfun og æfingar. Við sjáum hana Agnesi Heklu fremsta, Birna Ósk, Gústaf Ásgeir, Róbert Bergmann, Ragnar Bragi Sveinsson og Valdimar Bergstad. Skulum gefa þeim gott klapp. Og þau komi í gegn aftur, þau ríða hérna, ég ætla að biðja ykkur að sitja kyrr. Það er aldrei að vita nema við fáum að sjá eitt skeiðsprett hérna, mig grunar það, að það sé eitthvað í undirbúningi. Agnes Hekla Árnadóttir.
27, 28. Róbert Bergmann. Gústaf Ásgeir Hinriksson. Svona já, það var bara lagað. Ragnar Bragi Sveinsson, Íslandsmeistari í tölti unglinga. Og Valdimar Bergstad, heimsmeistari ungmenna. Nú fyrir hönd æskan á hesturinn þá þakka ykkur kærlega fyrir komuna og við sjáumst vonandi að ári.